Ert að hlusta á Talaðu við mig á Samstöðunni. Talaðu við mig. Komið sæl og blessuð og velkomin í þennan fyrsta þátt Talaðu við mig hér á Samstöðunni á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Ég heiti Álfheiður Karlsdóttir. Ég heiti Emilía Bergsdóttir, einnig kölluð í Money. Og við ætlum að vera með ykkur hér í kvöld. Yes sir! Sko, þetta er þátturinn Talaðu við mig. Og í þættinum í dag, sem fyrsta þætti, þá erum við með mjög góðan og skemmtilegan og bara frábæran gest. Fullkomin jafnvel. Sem er jafnvel fullkomin, en ekki samt fullkomnar en það að hann átti að vera hérna með okkur í stúdíóinu, en það var smá klúður sem að bara gerist á bestu bæjum. Já. Við erum öll mannleg. En þú veist, hann má alveg vera aðeins minna dregur, skilur við. Þú veist, hann kannski misreiknaði þessi aðeins og hann sagði að spila á tónleikum. Ok, ég ætla bara að því ég er alltaf að fara að ruglast. Þessi þáttur er tekin upp á 50 degi en hann kemur út á föstudegi. Já. Let's be real, sko. Já, bara fullt gegnsæði hérna, sko. Já. Sem sagt, hann er að fara að spila á tónleikum í kvöld á Rauða ljóninu og þegar þessi þáttur kemur út þá mun það hafa verið í gær. En við bara mælum með plötunni og... Hann var satt að gefa út plötu sem heitir Ekki láta plata þig. Frábær plata. Fullkomin. Grín plata. Ég myndi segja að þetta væri bara fyrsta grín plata Íslands í mjög langan tíma. Já, hvað var ekki bara Laddi síðastur? Nei. Ekki? Ég veit það ekki. En þetta minnir mig smá á hérna... Clubbed Up. Clubbed Up? Ekki smá? Já, smá vibe. Þetta minnir mig ekki nætt á Clubbed Up, sko. Okay. En þetta minnir mig smá á hérna... Með allt á hreinu. Sem að faðir minn gaf út. Já. Fyrir örgulega árin ég fættist eða eitthvað, ég veit það ekki. Ok. Það er svona sketsar og svona grín útvarps þættir. Ekki stuðmenn. Stuðmenn? Eru þeir ekki með allt á hreinu? Jú, sorry. Ég er í ruglunni. Þarna ég er að tala um... Hvað heitir það aftur? Það veit ég ekki. Sam og þegið. Já, ok. Sam og þegið, eitthvað svona. Ok, syngið. Það er svona sketsa, skilur við. En allavega, eigum við ekki bara bjóðan velkomin, hann er satt með okkur á Zoom. Já. Og við bara byggjumst afsökunar á því. Já, en helst bara verður hann að byggjast afsökunar á því. Já, kannski frekar. Ok. En bara verður velkomin, Grettir. Já, pull up. Takk fyrir það. Hæ. Hæ, ég byrði ekki afsökunar á neinu, náttúrulega. Ég stattur hérna á Eiðistorgi. Já. Það sem ég verð með tónleikana mína. Það eru 2 mættir. Eru 2 mættir? Já. Ok, það er líka fullsnett. Er þetta A-klassa fyllibittur eða hver eru mættir þarna? Heyrðu, þetta eru, ég myndi segja þetta var í B-klassa. Ok. En þú veist, það er alveg, þú veist. Ég og Álfheiður eigum náttúrulega eftir að mæta. Já, þið komið, ekki? Já, við ætlum svoleiðis rakleiðis nýra Eiðistorg eftir tökur. Já, frábær. Já, yndislegt. En sögu Grettir minn, hvað kom til að hendi þessa plötu? Já, þetta er frábær spurning, sko. Það eiginlega gerðist bara, sko. Já. En mér finnst bara svo gaman að hitta Elías sem sagt gerir tónlistina í rauninni. Ok. Eftir svona mínu höfði. Já. Verð ég í myndinni eða? Þú ert í mynd, já. Já. Ég er í myndi, ok, þá ætla ég að vera svona flottar á því. Þú ert ekki dæla sexy, Grettir minn. Með þetta hérna. Þetta er flott. Já, mér er svo gaman bara að hanga með Elíasi. Já. Og gera tónlist með honum. Og Elías, hann er prodúserinn, hann er að gera beatinn. Hann er producer, já, heldur betur. Og hann er í hljómsveit, ekki satt? Við gerum þetta allt í stúdíóinu hans, jú, hann er í frábæra hljómsveit sem heitir hérna Inspector Spacetime. Einmitt. Og ekki æðisleg. Og hvet alla til að hlusta á hana. Kannski frekar jafnvel en mitt, sko. En hvet alla líka til að hlusta á mitt. Já. Ég var eiginlega að fatta það í gær, sko. Hérna, ég sagði ykkur einmitt frá því, þetta er svona barnaplata. Akkurat. Sko. Þetta er grínplata, náttúrulega. En barnaplata líka, nei, heyrðu. En það var ekkit endilega það sem þú ætlaðir að gera. Var þetta óvart barnaplata? Já, þetta var hún var svona, er óvart vola vinsæl víst hjá einhverjum börnum. Sko. Einmitt, já. Í svona 4. til 7. bekk. Og hvað finnst þér? 3. Hvað finnst mér um það? Já.
Það er náttúrulega bara algjör stemming. Er það ekki bara? En mér finnst, jú. En þetta er náttúrulega fucked up barnaplata, sko. Algjörlega. Textarnir eru alveg svona, þeir eru ekki viðeigandi fyrir börn, hefði ég haldið. En og þá, skilur þú veist, ég veit ekki alveg hvernig börn eru í dag, svo sem. Þau eru í tómi tjóni, ég skal svo segja það. Þau eru í ruglinu. Já. Þannig að kannski er bara ágætt að þau fá eitthvað svona útrás. Já. Þú veist, já, en það er bara mjög gaman. Mér finnst svona skemmtileg tilhugsun að það verði einhver börn, eða sko fólk sem verður orðið fullorðið í framtíðinni. Sem eitthvað svona ólst upp með þetta. Já, fara að sýna börnunum sínum þetta hlusta já, sem ungu drengur. Já, það er mjög gott. Það er náttúrulega galið, sko. Hvað er þitt þannig? Já, það er eiginlega, hvað segirðu? Hvað er þitt þannig sem að þú hugsar Það er nefnilega leg, söngleikurinn leg. Sem að er örugglega svona, sko, stærsti innblástur plötunnar, sko. Vá. Eftir Hugleik Dagsson og Flís, hljómsveitina Flís. Já. Og það er einmitt svona, þau eru að tala fóstureyðingar og sifjaspell og alls konar svoleiðis. Í svona, bara svona, þetta er svona söngleikur, þú veist, bara svona léttum, ljúfum tónum. Já. Hefur þið fengið hate mail eða? Hate mail? Já. Er fólk eitthvað óánægt með þetta? Nei, allt og lítið. Ég er rauninni svona vonast til þess, sko. Já. Ég hef alveg fengið eitt og eitt komment, sko. Já. Og hvernig komment á? Já, einmitt, ég man ekki, sko. Bara eitthvað svona, þetta sé léleg tónlist? Já, jú, það var einn sem sagði eitthvað svoleiðis, já. Mér blæðir úr eyrunum. Já. Ég sko, Grettir. Já. Það er einn strákur sem ég þekki. Já. Sem að lýsti þessari plötu sem, sko, Worse Than Hitler. Sem að mér finnst eiginlega frábært að heyra. Já, það er einslegt. En Hitler er líka á plötunni. Já, nefnilega, sko. Það kemur fyrir. Verra en Hitler. Þetta er verra en hann, sko. Það er eiginlega, já, ég geti sett það bara framan á diskinn, sko. Já, þú eiginlega verður, sko. Ef ég gerir vínil, geti sett aftan á svona dóma, hálfstjarna, verra en Hitler. Verra en Hitler, það er líka svo hjút að segja það, sko. Það er risast. Það er fans verra en hann, sko. Já. Það er ekki gott, sko. Já. En það er samt næstu, svona, maður verður allavega að skoða það, sko. Já. En Þetta er verra en Hitler. Ertu þá bara, að því að þú hefur ekkert á móti að fá svona gagnrýni og svona slæm ummæli, langaði bara í athygli? Já, örugglega, sko. Ég minnst mjög gaman að fá athygli, sko. Já. Gaman að henni. Já. En svo er þetta líka svolítið bara svona passion project. Ég elska grín, sko. Og svona grínplötur, mikill aðdáandi gömlu Halló Latta plattmanna. Já. Og mjög mikill aðdáandi Gísla Rúnars. Akkurat. Þetta er líka gert svolítið svona, þetta er líka mjög innblásið af honum, sko. Já, einmitt. Og svo er þetta bara svona eitthvað, þarf maður ekki, þurfi ekki allir að gefa út eina plötu, þú veist. Jú, anskutin hafið það, sko. Líka. Jú. Já. Allir veit Þannig ekki að þetta var bara mín platta, þú veist. Já. Mér finnst hún allavega stór skemmtileg. Ég er stór aðdáandi. Já, gaman að heyra. Já, þetta er fín plata, maður. Þetta er kokksolid plata, maður. Ég nefnilega, ég hlustaði á, þú sendið mér lögin og allt það, sko. Og svo hlustaði ég gegnum plötuna og hún er eiginlega bara miklu betri en ég þorði að vona, sko. Já, hún er líka, það er svona smá saga, þú veist. Já. Eða svona, þú veist. Það er svona rauðið þráður. Einmitt. Það er alveg úthugsað, en þeir eru búin að liggja yfir þessu strákarnir og hérna. Værirðu mögulega til að hendi brot úr lagi fyrir okkur? Hendi úr brot úr lagi? Já. Já, erum óskalag? Sko, já, einmitt. Ég væri til að heyra You'll Never Walk Again. Persónulega, mér finnst það svo fallegt. Það er mjög fallegt, sko. En er þetta ekki útvarpsþáttur? Jú. Þið getur spilað líka lagið bara. Já, en þú veist, gáttum við smá brot, þú ert ekki eins og hérna, skilur. Já, ok. Hérna, your legs are not gonna work, so you'll never walk again. You will never walk again. Fallegt.
Já, Hvað varstu að við hugsa, þetta. hvað varstu að hugsa þegar þú samtið þetta lag? Ekki, ég Bara ekkert. fyrst átti þetta alltaf vera bara svona lög sem eru til nema ég er búinn að breyta textunum í eitthvað rugl. Og hérna Weird Al Yankovic var líka svona fyrirmynd, vitið hvað það er? Já, Nei. já, með krullurnar. Með krullurnar og harmoníkuna. Já, Hann kóngurinn. gerir bara svona, tekur bara lög og breytir textunum í bull. Já, Og en lætur þú oftast ríma við, þú veist, gamla textan. Og ég, þú veist, það voru alls konar lög sem ég ætla Don't Go Breaking My Arms og Genius. halda áfram að drífa. já, einmitt, þú ert búin að vera að tala mikið um það, sko. Haldið áfram að þrýfa? halda áfram að Já. þrífa. Já, Staðan fyrir skína, sko. Já. og það voru mörg svona fleiri, sko. Og hafið heyrt Into My Arms, Já. Oh Lord, ætla að gera, þú veist, Into My Ass, Oh Lord. Oh Lord, já. Já, allt Frekar svona, Into My Arms, Já. Oh Lord. Já. Já. Og platan átti bara að vera svona, en svo byrjuðum við að gera svona lög, þú veist, sem hljómið eins og eitthvað annað. Akkurat, já, þetta er smá svona, er þetta ekki smá innspá frá öllum þessum pjökkum sem eru hérna með okkur í dag? Þú veist, er þetta ekki, þú veist, Clubbed Up, Maron Birnir, skilurðu, eða er ég bara að miskilja? Jú, eitthvað þessu allavega, sko. Já, Eins og Pretty Boy Choco, þú ert með svolítið svona Pretty Boy Choco vibe í einu laginu. Já, kúka á mig í laginu. Einmitt. En náttúrulega auðvitað finnst börnum gaman að þessu. Það er alltaf um kúka piss og pípi og píkur og eitthvað. það er alltaf fyndið, sko. Já, ég er bara ekki lengra komin inn í þetta. Nei. Það er svo gott, sko. Já, einmitt. Það er bara að reyna að halda mér hérna, sko. Já. Halda mér í kúknum. Já. Einmitt, þá bara, einmitt, vorum við að spá í að taka, ég gerði það kannski bara í staðinn fyrir að gera allt áfram að þrífa. Já. Þú getur ekki Þú verið með veist. 2 Pretty Boy Choco lag. Nei. Nei. Og svona, og prófuðum, sko, ég held að það heiti pastiche, pastísa, eða eitthvað svoleiðis. Ok. Það er svona grín útgáfa af einhverjum tónlistastíl, Já, þú veist. já. Já. Snill. En hvernig, bara að lokum, hvernig ertu stemdur fyrir tónleikunum í kvöld? Ég er ógeðslega stressaður. Aha. Mér finnst alveg fræðilegt að vera í viðtali núna. Ég skelf allir í nokkuð vissum að vera engir hérna nema amma mín, sko. Já, þegið og þessar 2 fyllibittur. Já, reyndar, það er komið 2 fyllibittur. Já, getur stól, já, við við mætum. maður. Það verður bjórkútur, þannig að hann klárast örugglega, sko. Já. Ef amma og þið eru mættar. Það ekki. Ég sá reyndar Jú. á TikTok áðan amma þín ætlaði alls ekki að mæta og væri bara ekkert að styðja þig í öllu þessu. Já, ég tókst það samfélagina. Já. En henn er illa við það, sko, mjög. Já, mitt, hvað var hún að segja? Frændirna hafi dáið hann. Já, það hafði alveg nokkri dáið á þessum stað. Já, henni var svona illa við Rauða ljónið, staðsetninguna. Já, og bara illa við plötuna og er almennt frekar illa við mig, sko. En hún kann að metta það í skuttlenni stundum og svona. Mér fannst þetta koma frá svona, sko, place of love. Já. Jú, innst inni, þetta þykir henni alveg vænt mig, sko. Hún bara vildi ekki að það væri eitthvað að gera það fíbli. Nei. Nei, einmitt. Eins og gerir, já. Það er bara svona my thing, svolítið, sko. Já, það er svo fallegt nefnilega. Það er nefnilega mjög fallegt, sko. Já, verður ekki að vera eitt bæjarfíbl í hverju plássi. Jú, andskotin hafi það. Hvaða plássi ertu bæjarfíbl, þú veist hvað ég meina? Já, ég er náttúrulega bara að býja í Vesturbænum, sko. Já. Þau eru nú svona, ég veit, er eitthvað meira fíbl en ég þar, eða? Já, eiginlega, sko, nokkur. Já. Einmitt hérna, Þetta er neitt dæmi. Já, ég svona, það er Topp ákveðin 5. gestur sem, já, með topp 5 hérna, bæjarfíbl, Vesturbærin, sko. Við erum náttúrulega með þig. Já. Við erum með Klöts. Já, Odd Klöts. Já. Já, hann er fíbl líka, sko. Hann er fíbl líka. Þú veist, svo... Hver eru annir? Jón Jónsson, býr hann ekki í Vesturbænum? Jón Jónsson... Er hann í Vesturbænum? Það held ég ekki, nei. Ok. Hann er held ég á... Ég Hann er hef nú ekki ekki- hugmynd hvað hann er. En hann býr. Hann er ekki fíbl, nei. Já, Nei, smá. það er tilbaka. Hann er fótboltastrákur og... Já, hann er toppnáðingi. Já, Flottur. heitastur skilur en þú veist, Já. come on. Já. Svo erum við, þú veist, við erum bara að vinna með fullt af einhverjum rugludallum, en þú ert náttúrulega aðalrugludallur minn, Gretti minn. Já, það er nú, þá er ég glaður. Já. Það er sáttur. Já. Já. Heyrðu, ég held að við ætlum að fara að kveðja þig núna. Já,
En við erum endilega. spenntar að sjá þig í kvöld á Rauða Ljóninu. Já, sömuleiðis. Og hvetjum alla til að hlusta á Ekki láta plata þig á Já. Spotify Já, og og öllum spila helstu. fyrir börnin. Spila þetta fyrir börnin. Og bara, Já, og já. mömmur og pappa og ég Þetta veit ekki svona hvað. langtíma fjárfesting hjá mér. Já, Ná einmitt. börnunum. og þá get ég bara verið að græða á þessu út lífið, sko. Já. Algjörlega. Mm. Herri, Og gamalt fólk, og þroskaskefti líka, það var mjög gaman að þessu. Já, ég trúi því, en Ok. Þannig að ef þið er þekkið þetta eitthvað sé gamalt, our ungt, cue? þroskaskeft Já. fólk, þá er Flott. þessi plata sérstaklega fyrir þau. Já, Ok. heyrðu. Takk fyrir Grettir. Sérstaklega Hérna, Daddy ok, Boy, og Heyrðu, one love, Grettir one minn. love. One love. Ok, Sjáumst. bye bye, sjáumst Bye. eftir. Já, bæ. Ok, Ég var svo stressuð maður var að fara að segja eitthvað óviðeigandi þarna í lokin að ég fór bara að grípa fram í fyrir honum. já. Var það ekki líka því þú varst að gera það? Jú, eða svona, nei, ég var eiginlega bara að fara að verða sammála honum, sko. Ok, ég var farin að bara segja eitthvað bytt orð til þess að það myndi ekki heyrast ef það myndi segja eitthvað óviðeigandi. Já, en þú veist, Hann er ekki PC kóngurinn, skilur Nei. og það er líka fallegt, sko. Það er nefnilega mjög fallegt og við elskum hann. Við elskum hann. Við erum svona mikið, ég myndi kalla okkur svona hatt og fatt. Já. Ég og Grettir. Já. Ertu ekki sammálaði? Segðu okkur aðeins frá, sko, þú og Grettir eru náttúrulega búin að vera vinir. Þið eru Já. búin að vera bara vinnufélagar og vinir frá því þið voruð svona 7 ára. Já, low key, sko. Low key. Hvar kynntust þið? Við kynntum sér satt sko í Borgarleikhúsinu. Já. Sem er náttúrulega bara galið asnalegt, sko. En bara geð, skilur, ekki Já. staðar þar maður að byrja. Við kynntumst þar, vorum alveg svona low key ástfangin að hvert öðru. Vorum alltaf eitthvað svona, þú veist, bara eitthvað lítið smjattara, skilur. Ok. Hvað finnst þið það skrítið? Mér varst það bara hljómba eitthvað skringilega. Litlir smjattarar. Já, finnst það eitthvað perraleg? Já, smá, en Ok, þú veist, hvað voruð þið bara eitthvað að kyssast? Nei, við Ó. vorum bara að snáðast, skilur, Bara eitthvað- smjattast svona, þú veist. Ok, allt í góð, allt í Þú góð. voru- Ok, skiptir ekki máli. Nei. Og svo, þú veist, já, heldum við bara áfram með leikhúsinu alveg allt og lengi. Þið voruð sætt í Billy Elliot Já. í Borgarleikhúsinu. Já, og sem sagt, hvað heitir hinn maður? Blái hnötturinn. Blái hnötturinn, já, blái hnötturinn. Bæði svona huge production, risasýningar Já. á stóra sviðinu í Já. Borgó. Einmitt. Margar sögur að segja frá því, en það koma kannski síðar. Já, kannski sér. Og svo bara höfum við verið perluvinnir, fórum í trúðaskóla þarna um daginn. Já, við ætlum að ræða það. Já, ég get ekki drætt það allt og mikið svona. Sko, það er eiginlega í að því við erum að fara að taka eftir, sko, þess að við erum að fara að power-ranka moment úr lífi hvers annarar. Já. Hverrar annarar. Já, Eitthvað svo leiðis. já. Það er nefnilega eitt af momentunum úr lífinniðinu. Að sem sagt, Emilia fór í trúðaskóla á Írlandi. Ég gerði það. Það var sem sagt, við sáum frétt frá vísi.is, þetta var í COVID, sáum frétt að það væri trúðaskortur á Írlandi. Trúðaskortur. Trúðaskortur á Írlandi. Hvernig, Og okkur fannst þetta bara væntanlega að finna það sem við nokkuð tíma séð, að því að hvað meinið með trúðaskortur á Írlandi. En það var bara, ég held að allir trúðarnir hafi dáið úr COVID, sem að er hvernig, galið, trúðar eru, believe me, sko, þetta er alveg mafía, sko. shit, Þetta er stórhættulegt fólk. í alvörunni. Ég er að segja það. Hvernig, Maður fokkar ekki trúð, sko. ég trúi því reyndar alveg, akkur voru þeir allir að deyja úr COVID. Hann veit ekki, þetta var árið nýkomaður. Og þannig að við bara ákveðum að svara kallinu og bara mæta og keyptum miða og íbúð og ég veit ekki hvað, svo mættu það svæðið og þá vorum við bara á kolvillisum stað og þetta var svona allt bara algjört feil, fattur Já. við. Það var ekkert sem að meika þess, en svo mættum við á trúðurskólanum og færður og svo dó aðal trúðurinn og þetta var bara galið. Og svo fjalluð þið. Svo fjallu við... Eða þið útskrifuðist ekki? Nei, eða við nokkuð? útskrifumst ekki, nei. Það var svona, jú, við fjallum, en líka hugsaðum við bara að þetta væri bara komið gott. Smá bull. En þið voru samt Já. alveg búin að vera þarna í hálft ár. Já. Og sérst, lokaprófið var, sko, inntökuprófin í sirkusinn. Og við ákveðum bara svona í sammenningu að sleppa því að því annars væri ég líklegast ekki hérna í dag, sko. Ég væri bara með 3 putta og í ykkur búri með rautt nef, sko.
Já, málið einmitt, sko, að þú getur alveg farið í trúðaskóla og haft gaman lögst komin inn í sirkusinn. Já, þá eitthvað hræðilegt búið að gera. Þá ertu örugglega búin að skrifa undir eitthvað lífstíðasamning. Já, 100%, bara við Satan sjálfan, sko. Fer ekki í sirkus því ég fíla ekki trúða, sko. Eins og skaldið sagði. Yes, sir. Ég er svo sem fíla alveg trúða, skilur, Já, en takk fyrir. ég er samt alveg hrædd við þá. Fair. En já, þannig að þetta var Grettir og já, við bara hvetjum allir til að hlusta þessu plötu eins og ég er örugglega búin að segja núna. Já, svona svona 18 sinnum, sko. En þú veist, ég gera það líka. Ok, hvað eigum við að hendi í næst? Eigum við ekki að fara í eitthvað lið? Já, þetta er svona smá, verðum að viðkynna það að við ætlum að fá Gretti í setti og setja hann í liði. Já. Svo var það ekki alveg að Þetta var samt alveg okkur að kenna að Já. þú veist, vilja fá Gretti í fyrsta þáttinu, við höfum alveg getað séð þetta fyrir okkur. Algjörlega, sko. Að hann myndi ekki mæta og þetta er eitthvað vesen, skilur. Já. En hann var líka, þú veist að við, en svona bara er þetta, svona Já, er já. lífið. Ef Þetta ekki er bara bara henda okkur í eitt jú. lið, Jú, sko. ég er galið til í það, sko. Við erum, sko, liðirnir sem við erum búin að brainstorma. Já. Sko, já, í fyrsta lagi, við settum Q&A í Instagram. Fékkst þú einhverja góða spurningar? Sko. Q&A, já, mér líður eins og að því að við erum smá svona, stundum með eitthvað slang í gangi. Já. Þurfum við ekki stundum að taka svona moment og útskýra fyrir eldri hlustundum hvað við meinum? Jú, ég er alveg mjög til í það, en Okay. já. Hvað erum við búin að vera að vinna með hingað til? Við erum búin að segja mjög mikið eitthvað svona, nei, kannski ekki neitt. Nei, þú veist, það er hljóta allir að vita hvað Q&A er. Q&A því er question and answers. Þú veist, ég held að það sé bara búið að vera til síðan bara 1700, sko. Ok, og við þurfum ekki kannski að vera bara að geta svona óvið eða svona Já. get disrespectful fyrir eldra fólk að Mögulega, veit ekki sko. hvað Q&A En líka er. bara ef það er einhverja mömmur að horfa á þetta. Bjallið í kjallinn, sko. Ég fekk sem sagt alveg fáralega spurningar, eiginlega bara bestu spurningar í heimi. Já. Sko, fyrsta var hérna, hvar verður útvarpsþátturinn sýndur? Heiði, ég fekk líka á hvað útvarstu er þátturinn. Og þetta Hann er á sem sagt samstöðinni. FM 957. Hann er á samstöðinni. Já, besta Sem að- stöðin. Er besta stöðin, low key. Já. Ég var að frétta, bara hérna frammi áðan, Já. að þetta væri svona heitasta dæmið hjá unga fólkinu núna, Já, að vera já. að hlusta á samstöðin. Já. Þetta er orðið eitthvað svona cult following. Einmitt, Maron Birnir var einmitt að tala um þetta Í í alvörunni? nýjasta laginu, sko. Ha? Já, hann var að gefa út lag, ég held að það komi út reyndar á morgun, lag með Frikka Dór, þá er hann að mensjona samstöðina, sko. Hvað segir hann? Já, hann veit ég ekki. Ok, það er ógeðslega Já, áhugavert. þannig að bara... Ég hélt að ég lengi vissi hvað samstöðin væri. Nei. En ég vissi svona að, þú veist, svona kultiveruðustu vini mínir voru með puttana á púlsinum, skilur, vissi Já. alveg hvað er í gangi hérna. En svo kemur í ljós að þetta er bara eitthvað svona cult following, bara eitthvað svona heitasta dæmið. Þetta er, já, einmitt, þetta er kannski svona, sko, nei, ég sko verða að viðurkenna, ég veila aldrei hlusta á samstöðina. Nei, veit það, En ég við bara- erum líka ekki ungar. Hæ? Vissir það? Hæ? Við erum alveg ekki lengur unga kynslóðin. Þess vegna við erum meira að gera hana þátt, að þessi þáttur Já. sem að, við erum líka kannski ekki búin að útskýra það mikið hvað þessi þáttur Nei, gengur alls út á. ekki, sko. En þessi þáttur gengur út á að við erum svona að reyna að fanga væpið á Íslandi árið 2026 hjá ungu kynslóðinni. Og við erum meira að gera það sem svona rannsóknar, frekar en skilur unga kynslóðina, fjöllum ungu kynslóðina. Já, Þá erum algjörlega. við lóki, að því við erum lóki ekki ungar lengur. Nei, við erum old pieces of shit, sko. Já, þannig að við erum meira að fjallum þetta svona, þú veist, bara eitthvað að rannsaka þetta. Já. En þú veist, við erum samt alveg ungar, Já. skilur. En eigum við að taka smá moment til að útskýra hvað þessi þáttur gengur út á? Já, mögulega er það sniðugt. Við erum kannski smá kaotískar, Já, en við erum bara að læra á þetta, give Já. us some grace. við erum þetta vorum fyrsti að þátturinn mæta, okkar. sko. Sko, í þessum þætti, þá ætlum við að taka viðtöl við unga, sko, listamenn og listakonur og menningarfrömuði sem eru annarkvort að taka sín fyrstu skref í bransanum og geta sagt okkur aðeins frá hvað, þú veist, innblástri og hvað þau fá kjarkinn til þess að vera að, þú veist, gera það sem þau eru að gera. Já. En svo erum við líka til í að taka viðtöl við aðeins svona reyndari listamenn sem að geta gefið ráð og svoleiðis, sko. Og svo bara reyna að captura væpið, sko. Já, einmitt. Er það ekki, já. Ég er búin að lýsa þessum þætti sem, sko, hot. Já. Hvað var ég að vinna með? Hot, fyndið og inspiring.
inspiring, Já, já. beautiful, sko. Er það ekki? Það er gullfallegt. Ég fekk spurningu sem að er, sko, hversu marga, hversu marga putta tækið þið af ykkur fyrir 5 milljónir íslenskra króna? Okay. Hver putti tær eru 1 milljón? Hver putti tær? Þú ert svo lefnir. Það stendur bókstaflega hver putti tær er 1 milljón. Ok, þannig að 1 putti er það sama á 1 tá. Ef ég tek 1 putti og þetta þú 1 tá líka. Nei, ég held bara 1 putti, ok, segjum bara, ok, þú veist. Ok, bara puttin. 1 putti er 1 milljón. Ok, þú veist, ég myndi bara taka alveg held ég. Fæ ég 9, eða maður kaupa mig 9. Ok, ég skil það núna. 5 milljónir íslenskra króna hver putti og tær eru 1 milljón. Þetta er alltaf flókið. Þetta er ekki það flókið. Ég skil þetta ekki neitt. Jó, þú veist, bara puttar og tær. Ég ætla bara að segja nei við sölli. Er það? Erst þú að fara að taka ég er alveg til kannski í eina að tá? taka, þú veist, já, ég er til í að taka flesta nema bara stóru og litlu. Er það ekki einu sem Þú maður missir þarf? alveg balans. Ekki ef maður er með stóru og litlu. Ég held að ef þú ert bara með stóru og litlu, Já, eins og einhver krabbi, já. þá er mjög erfitt að halda balans. Er það málið? Já. Ég er nú braut á með litlu tanna í den og það er allt í Já, góð hún með fór mig, ekki sko. af. Ég þú veist, semi. Ég finn ekkert fyrir henni lengur. En hún er samt að gera eitthvað gagn, skilur. Ok. En ég held ándjóks að þetta sé bara litla og stóra. Þannig að ég myndi taka miðjutennar Það er komið 3 milljónir. og þú veist þessa hérna. Baugfingur og, nei, ég get ekki tekið miðjuna. Baugfingur og vísifingur. Væri svona. Ó, ok. Það var alveg gæðið nett. Svona. Já, nema bara hérna megin. Ekki hérna megin að því ég er örfend. Ok. Og bara, þú veist, já. Ég ætla að segja, ok, þú ert alveg komið með, sko, þú komið með 3 milljónir á tánum og eitthvað 20 á... Já, ég þarf ekki meir. Þú þarft ekki meir, sko, Nei. þú ert set for life. Ég er set for, ég er set for life. Ég myndi Já. fara til Bali og þessin, sko. Myndirðu kaupa þér hús? Þú veist, nei, ég held ekki. Ok. Ég myndi kannski kaupa hús handa einhverjum öðrum. Ok. Þið langar ekkert að eiga hús? Og bara búa þar sjálf, skilur. En... Ok, hendum okkur í næstu spurningu. Já. Má ég hendi í næstu? Já. Ok, takk. Hérna, sem sagt, við fáum, hvað finnst ykkur skatt? Sem er mögulega bara, þú veist, mér finnst þetta galilegaleg spurning og mér langar eiginlega ekki svara henni. Nei. En þú veist, Skattur ekki bara snillt? jú, Haukur sendi þetta, sko. Haukur sendi líka ykkur skrýtna spurningu Já, á mig. það. Við erum samt að passa okkur að vera ekki, að því mamma var einmitt að segja á hann í kynningunum, við erum að passa að vera ekki bara eitthvað neymdur upp á vinum okkar alltaf. Já, ég veit ekkert hversu Haukur er. En hérna, þetta er bara Haukur. Mér finnst bara ekki neitt um hann, sko. Nei, hendum Nei. okkur bara í næsta lið. Já. Sko, hérna, Freak of the Week. Já. Eitt liður í þáttunum mun heita Freak of the Week, þar sem við veljum eina manneski sem er búin að vera sérstaklega freaky þessa vikuna. Og hver er það í þessari viku? Ég held að við verðum að segja bara henda þess á hann Gretti Valsson. Hann er ekki búin að standa sig alveg nógu vel Alls ekki, sko. í þessari viku, af því Nei. að hann er búin að segja að koma í þáttinn og svo einhvern veginn, hann var mjög spenntur fyrir því í gær. Já. Svo skulum við hætta að tala um þetta, skilja, þetta er bara smá erfitt. Þetta er bara, já. En þú veist, hann er Freak of the Week. Hann er freaky the boy, hann er komin einhvern veginn með hanakamp, þú veist, hann var ekki með hanakamp í vídeoinu. Í viðtalinu. Já, ég sá hann ekkert, sko, en hérna... Nei, þú var svo duglega að horfa alltaf í myndavélina. Já. Þannig að hann hérna fær the freaky crown þessa vikuna, sko. Förum í power ranka moment of our lives. Það er svo að virkar þannig að ég er búin að velja, ég veit ekki, svona 5 eða 6 moment úr lífinu hennar Emilíu sem að ég ætla að ranka. Og Emilía er búin að gera það sama fyrir mig. Vilt þú byrja eða? Já, sko, mitt er ekki alveg nógu gott. Ég verð að viðurkenna það. En þú veist, það er alveg nokkuð góð moments hérna. En þú veist, þau hljóta að vera fleiri. Ok, veldu bara þau bestu, ekkert vera að fara eitthvað út í einhverja vitleysu? Nei. Sko, sem sagt, er það númer 1 verst eða best? Númer 1 er best. Bara besta moment lífsins? Já. Okay. Besta moment lífsins, já. Ok, mér langar að þá bara henda í það sem ég hef sett í númer 1. Það er sem sagt, þegar ég labbaði inn á Álfheiði í Active Toe Play með sem sagt ónefndri vinkonu okkar. Og ég labbaði inn og þær stóðu báðar einhvern veginn upp og
Létt eins og ekkert að því skorist. Og hérna, mér fannst þetta gott moment. Álfeyði fannst það líklegast líka. Ekki satt? Ég var ekki bara að segja, þú veist, að þetta var kærasti minn, ekki vinkona mín. Ég vissi ekki hvert ég mætti það. Það er miklu skrýtnar að þetta hafi verið vinkona mín. Og þetta var ekki active toeplay, ég var eitthvað að nutta Hún var eitthvað aðeins. Nutta tásunar á kærastunum mínum eins og allir gera. En því stakkur í stóðu í svona fárulega rattu. Af því að við vissum að þú verið með eitthvað vesen. Væntanlega. Eins og alltaf. Ok, þetta var nummer 1 hjá mér. Ok, þetta er mjög gott, takk. Erum við að, já, er ég bara að hendi í þetta allt? Já. Ok. Svo er þessi nummer 2 sem að ég er í raun og veru bara mjög stolt að þér fyrir að gera. Ok. Og það er sem sagt, þegar við fórum hérna á fyllt tungl og við ákveðum að fara niður á Dublinir og sem sagt fara á uppistandskvöld sem að manstu hvað það heitir. Er það ennþá til? Þriðju dagar á Dublin er eitthvað svona, ég veit það ekki. Með honum Eggerti Smára. Já, Eggert Smári, kóngurinn. Já, kóngurinn. Og Álfeyður ákvað bara að kýla það og fara upp á svið og bara syngja, hvað söngst þetta? Bella Símamær. Bella Símamær og dansaði eins og hetja. Og ég er bara enda stolt að þér. Fólk klappaði, fólk hló, fólk var að gera grína henni, þetta var bara geðveikt. Þannig að ég setti það í nummer 2. Það var líka einhver sem var með geðveikt gott uppistand, gamall kall sem var með sko banjó og söng bara Guð. Já, söng bara eitthvað svona uppistand Guð á sko svona munnurinn hans var að fara bara allir tíman ógísla hratt. Hann kom eftir og sagði You really got some talent there, girlie. Bandari hjá maður. Bara að segja. Já, þetta var geðveikt sko. Svo sem sagt er nummer 3 var sem sagt Álfeyður var eins og með take að Snorri Más væri sem sagt onto something og mér fannst það bara verðið að hafa það í power-rankinu. Mjög gott. Af því að þú veist, það er alveg crazy moment og ég held nefnilega standi ennþá við þetta. Það er svo. Er það ekki? Hún alveg low-key kaus miðflokki núna, sko. Ég kaus ekki einu sinni. Girl. En ég veit ekki hvað ég hefði kausið. Þú hefur auðvitað kausið miðflokkin. Og það er alltaf góðið, skilur. Við erum alltaf vinir. Hann er nettur, skilur. Ég er ekki sammála neina sem hann segir. Nei. Álfeyður er það. That's about it, skilur. Og við erum samt vinkonur. Við erum samt vinkonur. Jafnvel bestið. Já. Svo er nummer 4 minna ég. Þegar sem sagt Álfeyður átti einu svona hamstur. Og hann fekk sem sagt augsýking og eitthvað skona holdsveiki og það fyrsta sem Álfeyður ákvað að gera var bara að hringja í dýrahjálp og sagði bara góða daginn, getið þið tekið hamsturinn minn, sett einhverja auglýsingun á netið, skilur, þetta var gett skrítið moment. Svo mæti bara gaur bara með blátt hár og bankar upp á íbúðina okkar, labbar inn, tekur hamsturinn, setur hann í vasan, segir bara sayonara Sami og labbaði út og Álfeyður var þarna klappandi glöð, sko. Ég átti alveg erfitt með að sjá eftir Babu. Já, ég trúi því, eða þú veist, ég trúi eiginlega ekki. Sko, það var búið að lækna hann á augsýkingunni. En það var hann bara enda með holdsveikina. Hann var ekkert með holdsveiki. Hann var líka bara með sjálfsvíkshugsanir, elsku hamsturinn. Það var enda rosalegt. Og þú veist, ég veit ekki hvort að þessi bláhærði maður hafi borðað hann eða sett hann í krukku, þú veist, Guð veit hvað var drenginn, sko. Já, ég veit. En ok, þetta var geðveikt. Takk, býti, ég er með 1 í viðbót sem er, þú veist, ekki það cool en þú veist, bara fínt, skilur. Það er bara, mér finnst þetta bara góð minning þegar sem sagt Álfeyður ætlaði að elda grænmetisböku handa mér og sem sagt ég braut vart fetaostinn og hún ákvað samt að setja eitthvað fetaostur onni í bökuna með öllum glerbrotunum og svo borðar alla kökuna sjálf. Og bara brutti gler. Bara brutti gler, maður heyrðist bara, þú veist, þetta var bara ógíslegt, sko. Ok, sko, nummer 1 hjá mér, fór í trúðaskóla á Írlandi. Já. Sakk. Hérna, sko, svo var það, þú varst 5 ára, þá bjóstu þið karakter sem var bandarísk kona. Já, hvernig varst þú að tala við, drengur? Ég var bara, I have my sources. Sem var bandarísk kona, manstu hvað hún heitir? Var það ekki eitthvað Susi, Lisa? Lisa. Sem var með hérna bandarískan hreim og stundum varstu í þessum karakter í marga daga. Já, þetta var alveg skeri, sko. Ég held að það hefði bara verið eitthvað að mér. Og þú varst 5 ára? Ég var
Já, ég var Já. 5 ára, já. Og þú vaknaði bara á mótnana, Já. fórst í hennan karakter Já. og varst í honum í marga daga. Já. Það er galið. Já, það er galið, en það er greint með persónuleika röskun í dag, sko. Já. Það er bara eins og það er, skilur, Já, það er já. bara svona gerist. Já. Svo hérna, þetta er samt, númer 3, þegar þú varst lítil, þá klifraðir oft upp á bíla Já, og hoppaðir á þeim, Já. notaðir það sem trampolín. það var geðið. Já. Ég bara gera það eiginlega ennþá, sko. Nei. Jú, mér finnst það geðið. Í dag, ef þú myndir Já. klifra upp á bíl og nota þessi trampolín, Já. þá myndi hann alveg brotna. Ertu að segja þessu? Ég var að segja það sem ég er að segja, skilur, Ókei. þú sem 5 ára barn Já, að hoppa á já, bílum, já. það sést ekki á honum. Það sást alveg stundum á hann. Fólk var alveg að koma brjálað bara út úr húsi, sko. En var ekki að stoppa þig? Jó, eins og kom pabbi og bara grætti okkur allar, sko. Æi. Já, en þú veist, hann var bara vantilega, ég var að hoppa Já, á bílum hoppa á hans, bílum. sko. Já. Ó. Ég var í Dalmatíu undanbúning að dansa eitthvað svona kjúklingadans og bara, svo kemur pabbi út og bara horfir á bílinn sinna og við erum bara búin að gera dældi í þakki, sko. Vá. Býtu þið? Já. Voruð þið mörg að Við vorum nokkra, sko. Það er rosalegt. Varst þú ekki hendi í þetta? Ég var ekki, Ég náttúrulega átti ekki trampolín. Það átti ekki trampolín. Já, ég átti trampolín. Geró, sko. Þú Það átti veist- ekki trampolín en það geró, skilur við. Nei, nei, nei. Við vorum bara með bíla. þú veist, hvað er það kallað að gera? 108 Já, fossóðurinn. GP, skilur við. Já. That's what's GP. up. GP. Ok, svo var það sko fjall í trúðaskóla, en sem að kemur í ljós, þú gerir ekkert endilega, Já, en þú veist, jú, basically, sko. mm, Það var allan ekki ánægði með okkur kallinn, sko. nei. Ég ætla eiginlega ekki að segja síðasta. Okkur ekki? Nei. Er það ræðilegt? Nei, það er ekki træðilegt, mér byrja að líða eins og, þú veist, það var bara þegar þú fegst spítalaviki. Og þú til að fara á sníklalyf. Já, það var alveg, já, ég er ánægði að það sé númer 5. Já. Af því að það var, þú veist, við þurfum kannski ekki að fara nánar í hvað spítala við gera því að hún er náttúrulega ekki til. Ég get kannski aðeins útskýrt þetta. Já. Ég er svo greind með spítalaveiki upp á spítala og fekk ekki sýklalið, heldur sníklalið. Og svo einhvern veginn var ég komin heim á spítalanum og hún var komin aftur spítalaveikin. Þannig ég ákvað að ringi í 1700 eða hvað sem þetta heitir allt. Og hérna, er það eitthvað svona sjálfsvíkssími eða? Nei, Ég veit það ekki. 17, annarkvort. Og sagði að ég var aftur komið spítalaveiki og þyrfti aftur sníklalíf. Og konan bara hélt að ég var í geðrofi. Og var bara, hvað ert að segja, stúlka? Þetta er ekki til. Fara spítalaviki er ekki Já, til. hún er ekki til. Það er ekki hægt að googla hana. Já. En mamma mín var að gera þátt á samstöðinu daginn. Já. Og að ég held alltaf að að þetta væri bara eitthvað rugl þetta með sníklalyfin. Já, já. Mamma mín var lókið að gera þátt sníklalyf Ok. sem heitir Ívermektin Sæt. og læknar krabbamein og allan fjandann. Shit, Og ok. það er víst kallað sníklalyf og þetta er eitthvað lyf sem að upprunalega var búið til þess að lækna eitthvað svona sníkidýr og eitthvað rugl inn í manni, skilur við. Ætli ég hafi verið með eitthvað sníkudýr þá? Eða Eða þið- þú veist, kannski veistu bara Ívermektin. Mögulega, sko. Shit. Hver Já, veit? það er Hugo, maður. Það er Hugo. Já. Heyri, þú varst með menningamóment vikunar. Heldur Pétur, sko. Ég sem sagt var að skrolla á Facebook eins og ég geri dátt. Já. Það er eiginlega það fyrsta sem ég geri þegar ég vakna. Er að kíkja á Facebooki. Það er ekki náttúrulega gott, Sem sko. að já, það er alveg whack-ass dæmi, sko. Já. Og ég sem sagt er búin að vita þessu fyrirbæri í alveg kannski ár eða jafnvel lengur. Og ég er mjög spennt að vita hvað þér finnst um þetta. En ég sem sagt sá þessa fyrirsögn á mannlíf.is sem að segir hvaða wimpy kid gay syndrome er þetta helviti. Og þá er verið að tala um sem sagt sagg-epidemikið í sundi. Það sem að ungi drengir er að mæta í sund í sem sagt nærbuxum og sundskýli yfir bara til þess að geta saggað. Og hann hendi bara í hvaða wimpy kid gay syndrome er þetta helviti. Hvað meinar hann með þessu? Ég veit ekki, þetta er eitthvað Stefán Máni, ég veit ekkert hver það er. Mögulega eitthvað rithöfundur, þú veist. I don't Wimpy care. kid, mér finnst Já. þetta alveg, Hann er alveg scary looking, sko. ok. Ég treysti honum ekki, en þú veist, mér finnst þetta geðveik fyrir sig En þetta er og ég geðveik fyrir styð sig. hann alveg í þessu, skilur. Já, af því að þetta er smá skrítið.
Mér finnst þetta persónulega geðveikt. Já. Ég sá þetta fyrsta skipti í Garðabælaug með þér Já. og ég var svo galið imponir af þessu, sko. Ég var bara, mér langar að vera svona, skilur. Já. Vera að sagga í sundi, það er hot as shit, skilur. Það er nefnilega, það getur ekki neitað því að það sé smá cool, skilur. Það er bara mesta swag sem við getum fyndið. En málið er að ég hef heyrt Já. að þetta sé bara smá ógeðslegt. Væntanlega er þetta ógeðslegt, það er bara kúkur í lauginni, skilur. Bara eins og, já. Ég hef heyrt að eitthvað svona, bara eitthvað, eftir að þetta komst í tísku fyrir nokkrum árum, þá hefur bara svona sýrustigið í sundlaugum hækkað. Hvað varst að heyra þetta svona? Ég var í vísindaferð í Laugardalslaug. Ok, damn. Og það var einhver gaur að segja okkur þetta. Já. Þannig að hann var bara, guys, ef að þið eru að gera þetta, ef að vinir ykkar eru að gera þetta, nei, please að segja að hætta þessu. Sæll, ok, ætli þið séu að fara að loka að vera sundlaugunum? Nei, en ég hef samt alveg trú á því að það séu ykkur nokkrir ógíslegir sem eru að eyðileggja þetta fyrir öllum öðrum. Allir aðrir séu bara að fara í hreinum nærbuxum, skilur. Já, það er líka galið að vera, fólk er ekkert venjulega í einhverjum ógíslegum nærbuxum, eða það, hvað veit ég þetta það? Það er ekki það. Þetta er svona hluti sem maður getur ekki vita, sko. Nei, algjörlega, sko. En þetta er mjög gott menningamóment vikunar, sko. Já, takk fyrir. Ég bara kann að meta þessa umræðu, sko, af því að það líka, við verðum líka bara að tala um þetta. Algjörlega, sko. Við verðum að opna á þessa umræðu. Og ég ætla eiginlega að hvetja bara fólk til að gera þetta. Já. Hvaða stelpur myndi byrja að gera þetta? Það var í geðveikt. Hvernig myndi það lítið út? Bara G-strengur undir, eða ekki? Það er stelpusaggið. Það er nefnilega G-strengurinn upp á buxanum. Já. Hvað veist þér um það? Mér finnst það bara frábært, sko. Já. Ég minnst þetta bæði, já, einmitt. Það er líka mikið í tísku, sko. Já. Talandi um tísku, að því að sé þáttur fjallar jú líka um tísku, við erum ekkert going off topic hérna, við erum alveg á hérna málunum, sko. Já, við erum á réttri braut. Það er búið að vera mjög mikið í tísku fyrir þá sem ekki vissu að vera með þunnar augabrúnir. Og þú vissi þetta, eða ekki? Ég vissi þetta, já. Þetta er búið að vera alveg í nokkur ár. Þetta er náttúrulega að byrjaði þetta ekki með henni Pamela okkar allara í den. En það var í 90-sinu, ég er að segja að það er aftur komið. Já, en þú veist, ég ætlaði bara að rekja þetta Jú, af því að allt fyrir syngi og fyrir nokkrum árum, skilur, 2014, 15, 16, þá kom í tísku að vera með rosalega þykkar, svartar augabrúnir fyrir stelpur. Rosa bara svona, þú veist, það mun allir eftir þessu, skilur, sumir meira sér tattúeriði á sig, skilur, þykkar augabrúnir. Crazy. Sem er crazy og greiði fólki að því að svo bara datt þetta alveg út og enginn vil vera alveg lengur. Nema svo finn ég alveg fyrir að það mun koma aftur eftir nokkur ár, skilur. Alveg 100%. Og þá munu þau þræfa sem eru með tattúin. En núna er búið að vera í tísku að vera með rosalega þunnar augabrúnir og þannig að ég er búin að vera með mjög þunnar augabrúnir síðustu ár. Ég er ekki einu sinni með augabrúnir, sko. Nei, þú tókst það langt, sko. Já, ég tók það svo langt. En málið er að núna langar mig aftur að vera með þykkar augabrúnir og þetta er sko liðurinn beauty tips Álfheiðar. Ok, I like it. Það sem ég ekki með beauty tips vikunar. Ok, mér líst fáralega vel að ég veit ekki um þetta en ég er bara galið til í þetta, sko. Já, takk fyrir. Já, bara bring it. Og mér langar að vera með bara svona 2016 bara full brow, skilur. Ok, bara Cara Delevingne vibe. Já. Ok. Já, það væri náttúrulega draumurinn. Já. En þú veist, ég held að það sé genalega séð kannski ekki alveg hægt. Ok, true. En hver veit, en allavega, mér langar að vera með full brow. En veistu, ég er að fatta þetta er ógeðslega skrítin liður, en ég ætla bara alltaf áfram. En þú veist, svo vandræðalegt face þar sem að maður er með þunnar augabrúnir en hár undir og lítur út þess að maður sé bara ekki búin að plokka augabrúnirnar sínar. Ógeðslegt, sko. Það er ekki þetta ógeðslegt. Þannig að ég fann upp á, og ég held að ég hef fundið upp á þessu, a genius hack, sem er að aflita hárin undir augabrúnunum, lita augabrúnunar og svo þegar að augabrúnuna mín eru tilbúnar, þegar þær eru orðnar full, þá bara lita ég þær allar og þá er ég komið með bara þykkar augabrúnir. Þú ert on to some genius dæmi, ok, vá. Ok, já, bara... Gett vandræðilegt ef öllum finnst augabrúnuna mín að geta hljótar eða eitthvað, en þú veist... Það getur ekki verið, sko. Maður er putting yourself out there þegar maður er með beauty tips vikunar, sko. Algjörlega. Ok, já, bara allir sem ætla að fá sér augabrúnir aftur, hendi í þetta, sko. Já. Ok, vorum við ekki með einhverjum fleiri liði? Við vorum með, það samt? Nei, við ætlum að láta Gretti, ég mögulega bara að láta þig blændrenka í staðinn fyrir Gretti. Já, bara köttum með það. Af því að ég, ok. En þá erum við eiginlega komið með einhverja nýja. Já, ok, ég skal bara brainstorma as we go. Ok, fyrsta manneskjan sem ég ætla að biðja þig að blændrenka. Þetta er þess að þemað eru frægir íslenskir einstaklingar. Já. Ok, við ætlum að byrja á Bubba Mortens. Er þetta 5 eða hvað er þetta margir? Jú, þetta verða 5 manneskjur. Þetta er 5, ok. Bubbi. King Bubba.
Shit, hann er, þú veist, ég ætla alveg low-key að setja hann í, þú veist, 4. Ok. I'm sorry. Fair, alltaf leið. Já, þú veist, hann er alveg geitin en þú veist, hann er alveg smá over, skilur. Ok. Þú veist, það veit ég var alveg ekki það til ég að spjalla við hann. Í alvörunni? Þú veist, jú, en þú Ég veist, myndi ég var alveg- alveg meira til að spjalla við einhvern annan. Ok. Allt í góðum. Takk. Næst ætla ég að segja Ingo Viðaukvið. Já, ok. Hvað ætlar að setja hann? Sko, þú veist, ok, ég ætla væntanlega að setja hann í 5. Ok. Af því að, þú veist, ég veit ekki hvað maður má segja á samstöðinu en þú veist, skilur, Já, já, já. cancel that boy, fattar þú? Já. Þannig er náttúrulega ógó. Ok. Já. En, þú veist, alveg góð lög, fattar þú? Gestalistin Frábær lög. 1 og 2. Ég dyrka gestalistan. Geðveikt Er lag. þið 2? Það er nefnilega til 2 og númer 2 er eiginlega betra. Ég eiginlega hvet fólk til að hlusta á þetta á YouTube, ekki á Spotify. Þannig að Ok. hann fá ekki peningin. Já, svoleiðis, Já. já. Ég heldur að fólk fá ekki það mikið pening á eitthvað Spotify streamum, sko. Ekki? Nei. Nei. Þess vegna er ég alltaf að hlusta á bara eitthvað sem er cancelled út af því Já, að mér er já. alveg, þú veist, það fæir engin pening, Nei, sko. ok. Ok, svo ætlum við að henda í, Aron Móla. Aron Móla, já, einmitt. Hann er, þú veist, dásanlegur, þekkjan, þú veist, við vorum að vinna saman. Hann var leikari þegar þú varst í búningadeild Já, og þið já. voruð eitthvað að væpa. Já, í Svörtu söndum, seríu 2. Mæli með Aron Móla. Ég hef ekki séð það. Nei, hún er líka ekki það góð. Ok. En þetta er svo óþægilegt, sko. Af því að ég veit ekki hvað kemur næst. Þannig ég ætla að setja hann í þristin. Ok. Þú ert svolítið spilað smá strategíst. Mhm. Ok, af því að næsta manneskja er nefnilega, sko, Dorrit. Miss Musaev, sko. Jep. Þú veist, hún er í ásnum. Hún er í Það bara ástum. hannig. Ég get Veit ekki allir sagt þetta hana, sko. Hún er heitust í heimi. Hún keyrði fram hjá mér um daginn og veifaði svona eins og fórsönd að gera. Og það er bara, þú veist, ég held að allir Gerði hún það? Já, ég held að allir bærin hafi kannað, sko. Oh my god. Ok. Það er ekki aðeitt, skiljum. Næst ætlum við að henda í, Þú veist, nú ert þú búin alltaf bara að fara að velja hver er númer 2 hjá mér. Já, ok. En þú veist bara hvað með það. Ok, Gísli Pálmi. Ok, þú veist, það er alveg glata að hann sé, þú veist, ég hef alveg sett henni nummer 1, held ég. Já, Af ég því veit hann það. er alveg nettastur í heimi. Er hann ekki Veit nettasti fólk- Íslendingurinn? Jú, hann er það. Veit ekki alveg örugglega unga fólki hver það er. Eða. Ég ætla rétt að vona það. Já. Og ef ekki þá erum við að fræða þig. Já, bara, þú veist, hlustið á hann, please. Þeir gerast ekki nettari, sko. Þeir- Ég er að fara að vera nágrann hans í sumar og ég get ekki beðið. Ertu ekki að meina þetta? Ég er að meina þetta, sko. Ok. Sem Jæger. sagt, hvað ertu að fara að búa? Þú veist, ég ætla ekki að segja það í beinni, sko. En þú veist, bara þeir sem vita hver Gísli Pálma á heima, þá veit ég alveg hver ég á heima, Já. skilur. Einmitt. Og í þriðja sæti ætlar þú að sitja, nei, hvað? Ég var búin að gera allt, sko. Ok. Ég ætla að þú bara eitthvað hræðilegan í þriðja sæti. Í annars sæti, hvern hefur þið sett? Já, ég ætlaði bara að segja eitthvað Hitler eða eitthvað, skilur. Já. Ég var ekki frumlegri en það. Það hefur verið skellir. Þetta er allir liðnir sem við erum með í dag, sko. Já. Erum við ekki alveg, hvað er líka, erum við ekki búin að vera í svona klukktíma? Ég held það, sko. Ok. Við þurfum náttúrulega líka að drífa okkur á tónleika. Við þurfum að drífa okkur á tónleika? Sem við mælum með allir mæta á. Sem að, Sem er náttúrulega, já, það er náttúrulega ekki hægt. ég held Lóki að það verði fulli salir á Rauðaljóninu. Já, Hann er búin að líka. auglýsa þetta svo vel. Já, emitt. Ég held að það verði gaman. Já. Og ég vona að ég sjái þig Og þig. þar. Búm. Og bara í næsta þætti. Já, í næsta þætti ætlum við að taka viðtal við, við getum eiginlega ekki sagt það, það er leyndamál. En hann er geðveikur. Hann er geðveikur. Huge gestur að fara að koma. Huge gestur í næsti. Já, bara Og- stay tuned. Og já, bara takk fyrir okkur. Já. Yfir og út. G-bye. Þú ert að hlusta á Talað við mig á Samstöðinni.